Komið sæl og blessu kæru eldmerki. Þá komið ykkur. Nú erum við að ég leika mér aðeins með rúnaspil sem ég á. Og búin að eiga þau lengi. En hef ekki mikið notað þau. Rúnirnar hafa aldrei mikið kallað á mig, ekki eins mikið á spilin. Það er að segja tarospilin. En ég veit ekkert meira þessi spil, annað en að þau eru íslensk. Og hér stendur Fúþark, íslensk rúnaspá. Á því herrans ári 97. Hönnun og texti Oddur Sigurðsson, Óþila, Reykjavík, Ísland. Ok. Og hér er lögnin sem við ætlum að nota. Og það er bara staða núna. Áhrif á stöðuna, jákvæð, neikvæð og svo ný staða sem kemur upp. Og þetta er svona bara ferli vikunar sem framundan er. Það kemur örugglega eitthvað skemmtilegt út úr þessu. Því að við erum að blanda saman svo mörgum skemmtilegum hlutum hérna. Rúnum, spilum, stjörnumerkjum, reykelsi, austurlandskoð fræðum. Getur ekki klikkað. Þá er það bara staðan ykkar þessa vikuna, eða staðan núna, ætla ég að segja, kæru eldmerki. Og svo áhrifin og svo nýja staðan. Hér er staðan, hér eru áhrifin og ný staða. Eitthvað er, allar þessar rúnir lenda öfugar. Og við byrjum hér. Þetta er rúnin sem heitir Lagars öfug. Gættu að þér og skipulegðu tíma þinn vel. Það er ekki hægt að gera allt í einu, svo þú skalt gæta þess að hafa vaðið fyrir neðan þig. Ígrundaðu hugsanirnar og hlustaðu niðurstöður þíns innri manns og farðu eftir þeim. Það eitt kemur jafnvægi á hlutina og lofaðu ekki upp í ermina þér. Þetta er staðan þín akkurat núna. Tónlistin var að klárast hjá mér en ég ætla bara að láta þar við sitja. Hérna, já, þú þarft að skipuleggja þig. Ertu með eitthvað mikið sem að þú þarft að gera? Ertu búin að hefur þið færst of mikið í fang? Hlustaðu niðurstöður þíns innri manns. Er samviskan að reyna að segja þér eitthvað og þú ert ekki að fara eftir því? Þú þarft að finna jafnvægi og eitthvað mikið að vera greinilega. Þetta er smá aðvörun í þessu spili. Gæti þess að hafa vaðið fyrir neðan þig, annars gæti eitthvað versnað eða eitthvað gerst sem þú átt ekki vona. Og svo er það áhrifaspilið í miðjunni. Þar er rúnin Þurísars. Hún er snýr líka öfugt. Gættu að þér og líttu við farin veg. Hér er önnur aðvörun sem sagt. Taktu við tak og varastu umfram allt að sökkva þér í djúp sjálfsvorkunnar. Jafnvel þótt óþægilega minninga leita á hugan. Vandamálin leysast ekki með því eina einblína og hafast ekkert að. Festa og ákveðni eru því þér diggustu vopnin eins og ástendur. Þú þarft greinilega að taka þér eitthvað tak, kæra eldmerki. Verð ekkert að vorkenna sjálfu þér. Bæja óþægilegum minningum bara burt og reyna að horfa jákvætt á hlutina og ganga í verkin. Ekki bara hugsa og ætla sér, heldur vera fastur ákveðin og bara gera. Þannig að það tala svolítið saman, þessar báðar rúnir hérna. Skipuleggja þig og hafa vaðið fyrir neðan þig, hlusta á þinn innri mann. Horfa til fortíðar með það fyrir augum að læra
og ekki að vorkenna sjálfur, lofa ekki upp í ermina þér. Þetta er svona, það er eins og þú sért ekki alveg kannski upp á þitt besta þessa dagana. Smá spark í rassinn kannski, eða hand á öxlina, svona föðurlegt klapp sem að segir, hey, come on, bara gerðu þetta. Nýja staðan í lok vikunar, þegar þetta ferli er komið allt í gang, það er teyfarsöfug. Kastaðu ekki kröftum þínum á glæ, hérna er annað í sama dúr. Ígrundaðu vel ákvarðanir þínar, reyndu að gera þig grein fyrir því hvað þú í rauninni vilt. Ef þið vilt slitnar upp úr nánu sambandi sem beygja þig að einhverju leyti og brjóta niður sjálfsöryggið þitt. Til að ná árangri og vinna á meinum þarf að koma fram af heilindum. Sko, mér heyrist og sýnist þú ekkert vera að koma fram af heilindum, hvorki við sjálfa þig eða aðra hérna. Þannig að þetta er spurningum að breyta hugarfarinu og aðeins að stoppa, spyrja sjálfa þig hvað er ég að gera? Er ég á réttri leið? Hvað vil ég? Og þó að slitni hérna upp úr einhverju sambandi, þá þarftu bara að reyna að ganga frá því af eins jákvæðan og góðan hátt og þú getur bara fyrir sjálfa þig. Og muna bara hversu stórfengleg og góð manneskja þú ert, þó það hafi einhver niðurbrjótandi áhrif að verða fyrir höfnun. Við göngum öll í gegnum það, einhvern tímann á lífsleiðinni. Mér finnst bara þessi spil vera að segja mér svolítið kæra eldmerki að þú þarft svolítið bara að endurskoða stöðu þína, heilt yfir, þessa vikuna. Af því að það virðist einhvern veginn pínlítið ganga á afturfótunum, það sem að svona kemur að þér og þínu umhverfi. Samt finnst mér þetta mest vera, það er verið að tala bara þig sjálfan. Það er ekki umhverfi sem er að klikka, þar þú sjálfur. Kæra eldmerki, við eigum öll erfiða tíma, að þeir líða hjá og við komumst út úr þeim. Gangið bara vel með þetta verkefni og ég óska þér alls hins besta. Ljós og kærleikur.